Góðan dag. Takk fyrir þessa fallegu tónlist og verið velkomin í sunnudagskaffi með Höllu Hrund Logadóttur. Bæði þið sem eru hér, fjölmörgu sem eru hérna í húsi Máls og menningar við Laugaveg og þið öll sem fylgist með í rafheimum. Ég heiti Sirrý Arnardóttir og þetta er fundurinn Halla Hrund fyrir framtíðina. Það er kaffi á borðum hérna, endilega berið ykkur eftir kaffinu og skráið ykkur endilega á stuðningslistana sem eru hérna á borðunum og svo að vera hérna iPad líka fyrir þá sem vilja skrá sig á hérna heimasíðu. Þannig að bara verum duglega að skrá okkur en það er flott dagskrá framundan. Stefán Hilmarsson, hann mun taka lagið og Hildur Kristín, hún mun syngja lag en hún leikur sjálfa Fíusól í Borgarleikhúsinu og er dóttir þeirra hjóna, Kristjáns og Höllu Hrundar. Og svo mun forsetaframbjóðandinn halda ræðu og ræða við gesti og gangandi hérna á eftir og bjóða upp á myndatöku og bara svona spjall. En af hverju er ég hérna upp á sviði? Ég var að hitta Höllu Hrund í fyrsta sinn í lífinu fyrir 3 mínútum. En samt stend ég hérna og er yfirlýstur stuðningsmaður Höllu. Og af hverju er það? Ég tengist henni ekkert persónulega, hreint ekki. Ég hef fylgst með orkumálastjóranum Höllu Hrund Logadóttur frá því hún tók við embætti. Ég er algjör svona frétta og fjölmiðla nörd, þannig að ég fylgist með öllu. Og Halla Hrund, bara þegar hún kom sem orkumálastjóri og talaði, þá hlustaði ég tók eftir og ég bara treysti. Framúrskarandi góða tjá sig og allt sem hún sagði einhvern veginn faglega en á mannamáli bara náði mér. Og ég ætla bara að viðurkenna það, ég veit ekkert hvað fyrrum orkumálastjórar heita eða hvort þeir voru oft í fjölmiðlum, ég bara tók ekkert eftir þeim. En Halla Hrund er bara einhvern veginn þannig að maður hlustar og treystir. Ég vissi ekki endilega hvernig forseta ég vildi næst, lengi vel. Ég vissi að ég vildi ekki forseta með pólitíska umdeilda framtíð, það var alveg, fortíð, með pólitíska umdeilda fortíð, það var alveg á hreinu. Ég vildi mannasætti með víðsýni, heiðarleika, birtu, glæsileika. Ég vildi vel menntaðan heimsborgara sem við gætum verið stolt af hvar sem er og hvenar sem er. Ég vildi alþýðlega mannesku úr blokk. Ég vildi mannesku með tengst við landið sitt, náttúru og almenning. Svo allt í einu birtist hún, Snæfríður Íslandssól. Ég veit að ég fæ gæsa á því ég segi þetta, en svona upplifði ég þetta. Og það var einhver búinn að hvísla svona og segja, já, hún mun allt í einu birtast, næsti forseti okkar, hún mun birtast. Og ég, já, það gerist. Svo bara allt í einu fundum við hana. Þegar að gangnamenn fyrir austan bentu á hana eða hvött hana svona áberandi þá bara já, auðvita að sjálfsögðu á hún konan sem að kann sig í Harvard, kann sig í smalamennsku, talar máli náttúru og umhverfisverndar og að orkan sé fyrir okkur fólkið í landinu, auðvita hún heima á Bessastöðum. Halla Hrund Logadóttir var augljós besti og réttasti kosturinn leið og maður bara áttaði sig á því og gangnamenn bentu á það. Svo er hún líka skemmtileg, talandi á ensku, til dæmis í myndbandi sem ég hef séð þar sem hún er inni í jökli í helli og talar á ensku og er að fræða okkur það hvaða upplýsingar jöklarnir hafa að geyma. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt, ég yrði svo stolt af henni ef hún væri forsetinn okkar. Hún spilar á harmoniku og heillar alla og hver annar, bara í alvöru, hver annar getur státað af því að vera á heimavelli í Harvard en vera líka menntuð úr trúðaskóla á Grænlandi. One of a kind. Svo er hún fjölskyldukona og móðir. Þess vegna segi ég,
Halla Hrund Logadóttir fyrir framtíðina. Næst á svið Hildur Kristín, dóttir þeirra Höllu Hrundar og Kristjáns. En eins og ég sagði þá hefur hún komið fram á fjölunum í Borgarleikhúsinu. Ég bíð spennt eftir að kynnast henni. Gjörðu svo vel. Tökum vel á móti henni. Svo sem ágætur, krúttlegur og kringlóttur. En elsku heimur, þú mættir bæta þig. Himinninn stundum grár og sjórinn ekki nógu blár. Svo elsku heimur, þú mættir bæta þig. Ég skal gera mitt, þá verður þú að gera þitt. Byrjum á okkur sjálfum, svo kemur allt hitt. Veröldin agaleg, eða það kannski bara ég. En alla vega, þú mættir bæta þig. Allra handa dót og drast, dreiftum allt og eilíft bast. Í alvörunni þarf ég að taka til. Ég skal gera mitt, þá verður þú að gera þitt. Byrjum á okkur sjálfum, svo kemur allt hitt. Við búum víst á þessum stað og ég kann að meta það. En alla vega, þú mættir bæta þig. Já, elsku heimur, þú mættir bæta þig. Takk fyrir, dásamlegt, takk fyrir. Og frá einum glæsilegum ungum listamanni að öðrum glæsilegri og æðislegri listamanni með lengri reynslu allavega. Hér hann, Stefán Hilmarsson, tökum vel á móti honum. Þakka ykkur kærlega fyrir. Gaman að sjá. Takk fyrir söngin, Hildur Kristín. Það var glæsilegt. Eins og hefðu gert þetta bara í 18 ár. Í það minnsta. En komið sæl með mér hérna Þór Úlfarsson. Gefa honum örlítið, svona, örlítið gaum. Það er gaman að fá að vera með ykkur og sérstaklega þér Halla og svona litlum viðburði í upphafi langhlaups sem þó er ekki mjög langt. Það er að vera vel hlaupið og fá að leggja örlítið lóð á vogarskálarnar með ykkur sem að standi að þessu framboði. Ég kom nú satt að segja svolítið óvart þegar þeir fregnaði því að hún hygðist gefa kost á sér þetta embætti. En ég var eldfljótur að átta mig á því að auðvitað er þetta rétta manneskjan í embættið. Það er engin spurning. Og ég kynntist Höllu fyrir all nokkru, ég þekkt hann í vel mörg ár, 20-30 ár kannski, eitthvað svoleiðis. Segjum 20 kannski. Og fáa ef nokkra mannesku þekki sem jafn svona
drífandi, dugleg og öflug og skipulögð og hallarhund. Og það mætti kannski að því ráða að hún var algjört vélmenni, en það alls ekki svo. Hún rosalega skemmtileg líka, opin, hjálpsöm og fórnfús. Og þetta akkúrat típa sem við þurfum í þetta embætti, að mínu viti. En ég ætla ekki að halda hérna langa ræðu. Þetta flyt ykkur lítið tónlistarnúmer. Þetta lag kom út og var tekið upp á svipaleit og við vorum saman í náminu í háskólanum. Og þá var ég ýmis horn að líta hjá mér. Samhliða var ég að syngja út allar jarðir og svo gerðist það að ég eignaðist yngri soninn, eða við hjónin. Gerðum það nú saman reyndar. Þannig að þetta var verulegt álag og það er gaman að syngja þennan texta, flytja ykkur þennan texta akkúrat í kjölfar Hildu Kristínar. Þetta fjallar börnin okkar og tilengum þetta öllum börnum og ég læt fylgja hér með góðar óskir og vonir þér til handa, Halla mín, og okkur öllum og ég vonast til þess að þjóðin eigi eftir að kynnast þér vel á næstunni og sjá hversu mikil kostakona það ert. Gjörðu svo vel, hér kemur lagið Undir þínum áhrifum og ég hef aldrei flutt þetta með táknmáls flutningi jafnframt. Ég ofurseldur þér og unnið vel. Það annað finnst mér allt mitt hugar þér. Sem ég horfi á þig sofa finn ég að það brotið nú í lífi mínu blað. Ég beðið nokkuð lengi eftir þér, svo ég segi það hreint alveg eins og og ég hugsa alla daga til þín heitt, alveg ótrúlegt hver allt orðið breytt. Það orðlan nokkur hefnari en ég, þessi tilfinning ævintýraleg. Ég undir þínum
það. Nei, enginn vafi það. Takk ykkur kærlega fyrir og áfram Halla Hrund. Dásamlegt, þakka þér fyrir. Þetta mesti heiðursmaður og skemmtilmaður sem held ég hafi stigið á svið hérna í Húsi Máls og menningar. Takk fyrir Stefán Hilmarsson í kvöld. Eigum við mér langar að gera smá skoðanakönnun. Eru þið til í að rétt upp hönd, þau ykkar sem eru til í núna að heyra í Höllu Hrund Logadóttur, forsetaframbjóðanda. Júhú! Ekki þú, vilt þú ekki heyra í henni? Júhú, allir með, gjörðu svo vel. Halla Hrund Logadóttir. Jæja, góðan daginn, kæru vinir og allir hér sem eru með mér í dag. Ég verð að segja að ég er alveg ótrúlega hrærð og kærar þakki fyrir söngin og þessi fallegu orð sem hafa komið fram hérna í dag. Okkur fannst eitthvað svo mikið við hæfi að fá ykkur öll saman til að koma hingað í Hús Máls og menningar. Því að ef við hugsum það, að þá eru það þessi tvö orð, mál og menning, sem að tengja okkur svo mikið saman. Og það var líka einhvern veginn fyrir mig sem er kvennaskóla stúdent og var hérna í háskólanum niður í bæ, að þá eru svo margar minningar sem að koma einhvern veginn upp í hugan þegar maður hugsar þetta svæði. Hérna var maður á leiðinni á leiklistræfingu eða hlaupandi í strætó á leiðinni í píanótíma fyrir svona cirka 25 árum. Og ég man eftir því að hafa setið hreinlega á þessu kaffihúsi sem var hérna uppi að læra sagnir í frönsku. Mér fannst það ekkert sérstaklega mikilvægt á þeim tíma en ég vissi ekki nákvæmlega að það ætti eftir að nýtast mér svona mikið seinna mér. Þannig að mér finnst ótrúlega gaman að fá að taka á móti ykkur hér og þegar ég var á leiðninga að hugsa svo mikið alla þessa ólíku kennara sem að komu að námi manns og hafa leiðbent manni í gegnum tíðina. Og ég veit að við eigum öll svoleiðis kennara, við eigum öll einhvern sem hafi verið leiðbent okkur í lífinu. Þannig að mér langar eiginlega að byrja á því að fá okkur til að klappa fyrir öllum þeim sem að standa okkur að baki. Já, ég var svo heppin snemma að fá mikla hvatningu, læra gildi, samvinnu og þátttöku. Ég átti yndislega æsku í Árbænum en dvaldi mikið austur á síðu hjá ömmu minn og afa. Og ég segi það stundum að þar hafi ég lært allt sem ég kann. Ég lærði að elska landið okkar. Ég lærði að elska náttúruna og allar nytjar sem við fáum af náttúrunni. Ég lærði líka að hlutirnir gerast ekki af sjálfu sér. Maður þarf að taka þátt og leggja eitthvað á mörkum og svo lærði ég þessi gildi samvinnu og þátttöku. Og það er mér minning sem er svo greift í huga. Það er þegar við erum saman í heyskap og það er stutt í næsta rigningaskúr. Og við erum öll að vinna saman og það skipti ekki máli hvaða hlutverki fólk gegndi. Það lögðust bara allir á eitt. Allir á eitt við að koma síðasta bagganum þurfum inn í hlöðu og þessu fylgdi mikil gleði og samkennd og við eldum sem teymi og erum sterkari fyrir næsta verkefni á bænum. Og ef ég hugsa sögu Íslands, ef við spólum aðeins aftur í tíman og hugsum sögu Íslands, að þá saga Íslands einmitt byggð á þessum gildum, byggð á gildum þátttöku og samvinnu.
Ef við hugsum til dæmis kvennabarátuna, hvernig var hún? Jú, hún saga fjölda þátttöku kvenna. Við þekkjum öll söguna því þegar konur lögðu niður störf og fóru niður á Arnarhól og öll dæmin sem komu fyrir og eftir. Allt skipti þetta máli, þessi samstaða, þessi þáttaka. Og ég get sagt ykkur að ef við hugsum aðra hluti eins og hitaveitu væðinguna hér á landi. Hitaveitu væðinguna sem að færði hlýju í hvert einasta hús nánast, 90% af okkar húsum. Þá varð sú bylting líka til vegna samvinnu og þátttöku margra, samvinnu sveitafélaga, samvinnu frumkvöðla, bænda og fleiri aðila. Við getum haldið áfram svona. Við getum hugsað náttúruvernd, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, sem við tökum sem svo sjálfsögðum hlut í dag, en hann var akkurat stofnaður vegna þess að fólk hafði framtíðarsýn, fannst við eiga verðmæti og stóð saman af því að gera eitthvað sem við erum svo þakklátt fyrir í dag. Ég verð eiginlega líka að nefna ungmennafélögin sem að byggðu upp íþróttahreyfingar allt land sem við búum að í dag og svona mætti lengi telja. Já, það í raun og veru samstaða og þáttaka sem hefur mótað þau auðæfi sem við eigum í dag, þau auðæfi sem við eigum sem þjóð. Og ég get alveg viðurkennt fyrir ykkur að ég hugsaði ekki svona mikið þessa þætti fyrir en að ég fluttist að landi brott og var oft að spegla samfélagið okkar að utan. Og ég uppgötaði í Bandaríkjunum þar sem að stéttaskipting gríðarlega mikil, hversu mikil verðmæti það eru að hér á landi hafa næstum öll ungmenni aðgengi af íþróttastarfi, aðgengi af tónlist, fyrir utan menntun og heilsugæslu sem hefur byggt svo mikið upp í okkar samfélagi. Og ég uppgötaði þegar ég bjó í þéttbýlum borgum beggja vegna Atlantshafsins hversu mikilvæg náttúran okkar væri þegar fólk talaði almenningsgarða sem sína náttúru, sitt náttúruaðgengi. Og ég upplifði kannski allra sterkast þegar ég var í Tógó í Vestur-Afríku og samfélagið hreyfðist ekki úr stað vegna þess að rafmagninu var alltaf að slá út hversu mikil virði það eru að okkar forfeður hafi byggt upp þann grunn sem við eigum í dag. Já, við stöndum á herðum margra og þau auðæfi sem við eigum bæði í samhengi við okkar menningu, í samhengi við okkar hugvit og náttúruauðlindir. Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta séu einstök auðæfi. Við eigum ótrúlega dýrmætt spil á hendi, en við þurfum hins vegar að hlúa að þeim. Við lifum á tímum hraðra breytinga og ég finn þessar breytingar svo skýrt í starfi mínu sem ég hef gegnt sem orkumálastjóri og líka í vinnunni sem ég hef verið í Bandaríkjunum. Við erum að sjá að áskorunir eins og þurrkar, áhrif á matvælaframleiðslu, áhrif á hvernig fólk flytur, það mun reyna miklu meira á ólíka þætti vegna loftslagsáskorana. Við munum líka sjá miklu örari tæknibreytingar heldur en við höfum séð áður. Ég sé það glöggt í orkuskiptunum, en ef við hugsum þætti eins og gervigreind til dæmis, að þá getur gervigreindin þegar hermt eftir manneskju eins og mér og hún getur hugsað hraðar en við öll hér til samans. Þannig að breytingarnar sem að amma og afi í Hörðslandskoti upplifðu frá tímum torfkofans yfir í snjallsíman koma til með að vera miklu hraðari. Og það á svoleiðis tímum sem að skiptir máli. Það skiptir máli að við sækjum fram í sköpun, við sækjum fram í þáttum eins og tækni og það skiptir líka máli að við hlúum að samfélaginu okkar. Við hlúum að menningun okkar
og við tryggjum að auðlindirnar sem við eigum, að þær nýtist ekki bara fyrir okkar kynslóð, heldur líka fyrir kynslóðir framtíðarinnar. Og ég finn þetta, nú stari ég hér á sögufríðgerði sem ekki mjög áhugasum þessa ræðu. Þegar ég horfi á Sögu og Hildi Kristínu, þá finn ég hversu mikilvægt mér finnst þetta. Mig langar til að þær eigi Ísland að með sama hætti og ég hef átt Ísland að. Og mig langar til að þær hugsi tilbaka til okkar starfa sem erum nú að vinna framtíðinni með jafn miklum hlýhug og ég hugsa til starfa þeirra sem á undan komu. Og það á grunni þessarar væntumþykju og á grunni gilda samvinnu og þátttöku sem að ég býð fram krafta mína í embætti forseta Íslands. Ég vil virkja alla Íslendinga til að taka þátt í samfélaginu okkar. Ég vil líka að við eigum sterka rödd á alþjóðavettvangi, að við tölum inn í gildin okkar, tölum fyrir gildunum okkar, gildum lýðræðis, gildum mannréttinda, málefnum eins og sjálfbærni, að við sköpum tækifæri fyrir Íslendinga erlendis og sækjum þekkingu hingað heim sem við þurfum svo sannarlega á til að takast á við ótrúlegar breytingar sem framundan eru. Fyrir mér embætti forseta Íslands ekki flokkspólitískt. Þetta embætti sem yfir dægurþrashafið. Forseti Íslands sameiningartákn þjóðarinnar. Forseti Íslands þarf að geta staðið keikur með þjóðinni. Hann má ekki blakta eins og strá í vindi, heldur þarf hann að geta staðið þegar erfiðir tímar eru og þar mun reynsla mín úr starfi orkumálastjóra, það sem oft blæs nú hressilega, og úr mínum fyrri störfum á sviði mennta, menningar og jafnréttis nýtast. En fyrst og fremst mun okkur farnast vel ef við vinnum saman og ég mun leitast eftir því að þjóna öllum landsmönnum af heilindum og af alúð. Að lokum langar mig að segja að ég ber alveg ótrúlega virðingu fyrir lýðræðinu. Það var nefnilega þannig í sveitinni fyrir austan að afi var hreppstjóri og það komu alltaf í kringum kosningar fólk heim að kjósa. Og það var mikið skeggrætt pólitík í eldhúsinu. En svo fór fólk afsíðis og fékk að segja sinn hug. Og ég á sterka minningu af því þegar að ég að fylgjast með afa, bræða rautt vax til þess að innsigla atkvæðin. Og hann segir eitthvað við mig á þá leið. Í hverju einasta atkvæði skoðun hvers og eins. Hvernig fólk vill sjá framtíðina. Og það að sömu auðmýkt sem að ég mun nálgast þessa kosningabaráttu. Ég mun hvetja alla til að taka þátt, til að segja hug sinn, til að vera með, til að njóta þeirra réttinda sem við höfum. Því að ég trúi því að með þáttökunni séum við sterkari, með samvinnunni náum við lengra og þannig mótum við framtíðina. Takk.
Og kannski eitt af lokum. Við eigum að standa saman. Okkur á ekki að standa á sama. En ef við stöndum saman að framtíðinni, að þá er hún okkar. Takk aftur. Halla Hrund Logadóttir, þakka þið fyrir. Og hún hvetur okkur til þáttöku. Við erum henni þakklátt en eigum ekki að sýna þá í verki að við tökum marka því sem hún segir og verum duglega að taka þátt í þessari kosningabaráttu. Ég hvet fólk til þess að staldra við núna þegar hún hefur lokið máli sínu og dagskráin er svona formlega að enda. Endilega gefið ykkur tíma hérna. Það er enn kaffe á könnunu og konfekt. Og takið þátt, skrifið nöfnin ykkar hérna á lista og skráið ykkur á hallahrund.is ef þið viljið vera stuðningsmenn. Og mér skilst að vanti alls konar hendur á dekk. Það vantar fólk í lítilstörf og stóru og baka pönnukökur og gera ýmsa hluti sem að taka langan tíma og stuttan tíma og út allt. Þannig að bara verum duglega að taka þátt, skráum okkur til leiks. Það er líka svo gaman, það er svo miklu meira gaman í lífinu þegar við erum virk og erum saman og Halla Hrund hvetur svo mikið til þáttöku, þannig að tökum hann á orðinu. Og hún ætlar líka að stilla sér upp hérna, það væri svo gaman ef fólk myndi taka myndir af sér og setja á samfélagsmiðlana sína, myndir af sér með Höllu Hrund. Þannig komum við skriðun af stað og boltanum á hreyfingu og svo fyrir við að sjá tölurnar í skoðanakönnunum alveg bara Gangið allt í haginn, Halla Hrund Logadóttir. Endilega verið hérna áfram og rappið við hana. Formlegri dagskrá er þar með lokið og takk fyrir mig.